Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og ásamt okkur Oddnýju eru hér aktívistar frá Rauðu regnhlífinni. Það eru Renata, Sara Arnórsdóttir og Ari Lógn. Velkomin. Takk hérlega. Sko, við erum svona hingakomin, svona kannski til þess að byrja á að tala viðburð sem var haldin hérna fyrir viku síðan, rúmri, stripplab. Ekki stripp bannað á Íslandi? Það nefnilega mjög áhugaverð lögin sem að eru það. Það sem sagt að eða atvinnurekandi má ekki gera út á nekt starfsmanna og í rauninni sko þetta hafa verið rosa svona, hvað segir maður? Það svona túlkun, svona matskennt. Já, rosa mikið sko og það rosa erfitt að segja, þú veist, ok, verið að gera út á nekt starfsmanns ef að einhver á stóra sviðinu í þjóðleikhúsinu eða borgarleikhúsinu á að vera nakin í einhverju leiksýningu? Það að gera út á nekt starfsmanns? Eða ef þú átt að vera nakin í einhverju bíómynd sem þú ert að leiki í eða þáttum sem þú ert að leiki í? En þú veist, að því að það svona high class eða þú veist, það svona menningarlegt, hámenningarlegt. Já, hámenningarlegt og að þá það enginn að pæli því, skilur. Nema kannski sumir sem alveg bara, ég vil ekki sjá þetta. En, þú veist, fólk líka kannski fer í leikhúsið og veit ekkert að það að fara að sjá teppi og pung. En, þú veist, svo kemur fólk á okkar sjó og það veit alveg hvað að fara að sjá. Nefnitt, og kaupir sig inn í það sjóf, akkurat. Og hvernig sjó þetta? Getur við eitthvað svona lýst í? Já, þetta sem sagt svona, við erum á súlu og við erum bara mjög vanar í því að vera á súlu. Við gerum rosa svona kynferðislegar sýningar. Við erum með þetta, hvað heitir það á íslensku? Seduction, þú veist, og svona. Og þetta rosa mikið við að virða uppruna súludansar sem stripp. Að því að við höfum líka bara reynslu úr iðnaðinum. Ég var strippari þegar ég var í Berlín og fleiri, þú veist, hafa verið eða þú veist, hvoru að strippa eða gera einhvers konar kynlífsvinnu. Þannig að þetta rauninni bara staður til þess að fagna því að við séum til og við megum tjá okkur. Og fagna þessum stíl sem að maður sér að því að dans á, þú veist, strippklúb allt öðruvísi heldur en, þú veist, ef við erum að tala acrobatic pole eða eitthvað svona, þú veist, þetta allt annað og að búa til rými sem að fagnar því að fólkið sem að, þú veist, hefur kannski upplifun á iðnaðinum geti stjórnað öllu umhverfinu, þú veist, þú ert ekki með ömulegan yfirmann sem að taka af þér launin bara fyrir að mæta í vinnuna, þú veist. Þú ert með öryggisverði sem að actually hlusta á þig, þú veist, þetta allt stjórnað af dansurunum sem að vissulega gerir þetta svolítið öðruvísi heldur en þetta svona típiska eða það sem að fólk hugsa kannski sem svona típiska stripp en þetta að fagna þessum hlutum á forsendum dansarana, þú veist, þau að dansa af því þeim finnst það ógeðslega gaman og þau að fá pening fyrir það, þú veist, hversu magnað. En þeir eru ekki raunverulega skilgreiningur eða aðgreiningur frá þessur kynlífsmenningu eða svoleiðis, eða hvað kallast þetta? Bara kynlífsvinnu eða kynlífsiðnaðinum. Eða iðnaðinum, já. En þið eru þarna ertu samt að segja að þetta svolítið, þið eru kannski aðgreiningur frá einhverjum svona kynlífsiðnaði þar sem á sér stað ákveðið svona arðrán eða svona misnotkun einhver. Kynlífsvinna yfir höfuð svo tabú og það svo, þú veist, lögin í kringum þetta svo skrítin, bara allt, þú veist, ekki bara stripp eða svona, heldur lögin í kringum svona hluti bara ótrúlega skrítin og ekki með manneskjuna, þú veist, jaðarsettu manneskjuna sem að gera þessa vinnu í hag. Og þá erum við líka að tala eins og sænsku leiðina, þú veist, hún ekki jaðarsettu fólki í hag og það að
gera það sem maður elskar af því að vissulega fólk í kynlífsvinnu sem samþykkir að vera í kynlífsvinnu annars það ekki kynlífsvinna, þú veist, ef það ekki samþykki þá ekki kynlífsvinna og við erum út allan heim að búa til rými eins og striplab þar sem að við getum tekið þetta allt í okkar hendur og það þarf ekki að vera einhvers konar yfirsjá, þú veist, af því að ógeðslegir kallar, þeir flokkast að því að græða á okkur að því þeir vita að við græðum pening. Þannig að þeir flokkast að því að eins og strippklúbbar og svona, þetta er á svo gráu svæði, lagalega, þau vilja ekki bara stíga upp og vernda fólkið og hlusta á fólkið, heldur vilja þau bara halda þessu svona gráu eða ólaglegu og þá er það hættulegt fyrir okkur. Þannig að við erum bara út allan heim, það eru, þú veist, viðburðir á Bretlandi sem heita Sexplicit og Blackstage sem að highlightar, þú veist, bara people of color sem að er í strippsenunni sem er stjórnað af fólkinu, þú veist, að hafa þetta svona cooperative model þar sem þau geta ennþá gert vinnuna sem þau elska og vilja gera en á þeirra forsendum og það er enginn að græða á þér, allir splitta bara. Er það svona þeirra bara kynlífsvinna versus kynlífsþrælkun og mansal þar undir? Sko, ekkert endilega. Af því að kynlífsþrælkun og mansal, það er allt annað. Þú veist, þetta er allt annað og þú veist, þar er ekki samþykki en það getur ennþá verið samþykki á þessum leiðilegu strippstöðum. Þú samþykkir að mæta í vinnuna hverjum degi en þú samþykkir ekki ömurlegan yfirmann sem er að stela af þér og snerta þig og þú veist. Já, þetta er eiginlega þrennt. Það er alveg svona versta sem er þá þrælkun og mansal og svoleiðis. Og síðan er svona gráa svæði sem er svona leifilegt en ömurlegur samt einhver sem er að græða. Og það er líka þannig. Og svo er þið. Já. Það er þriðja svona. Þú veist. En í þessu rými, á þessu gráa svæði, þá verður til svolítið svona viðbjörnsleg kúltúr, sko, þar sem að, sko, svona vondri yfirmenn þeir geta gert alls konar í skjóli þess að, þetta er svona eiginlega bannað og það er erfitt fyrir fólk, kynlífsverkafólk og strippara og svo fólk í öðru sexwork að leita rétta síns vegna þess að þau eru einhvern veginn eina vitnið einhvern meintan glæp og eru í leiðinni einhvern veginn að kriminalæsa sjálfa sig. Og bara lenda í einhvers konar gryfju af glæpavæðingu. En við sjáum eins og líka í löndum eins og Nýja-Sjálandi og Belgíu þar sem að það er afglæpavæðing, full afglæpavæðing. Þá eru líka að því að svona brot hjá yfirmönnum gerast líka í það sem er kallað brothel, við höfum ekkert gott orð fyrir þetta á íslensku en þetta er svona rými þar sem að margir geta unnið á sama tíma á sama stað og það er náttúrulega ólöglegt á Íslandi en undir afglæpavæðingu þá eru sem sagt bara kynlífsverkafólk að stofna sín eigin svona rými þar sem að þau geta verið með öryggisverði sem að hlusta á þau, ekki einhvern yfirmann sem segir nei, þetta er allt í lagi, það má brjóta á þeim, þú veist. Þannig að afglæpavæðing gerir fólki sem að vill gera þessa vinnu kleift til þess að gera hana saman á öruggan hátt og í þessum gráu svæðum að þá getur fólk ekki gert það af því að þá er það lögsótt fyrir að pimpa hvort annað af því að þau eru að vinna saman örugt sem er náttúrulega bara fáránlegt en já, þannig að þú veist að losa sig við þessa yfirmenn sem að leita í að halda úti svona brothel og eru bara að stela launum, bara, já, ok, þú ákvaðst að koma í vinnuna í dag, þú þarft að borga mér 1000 evrur og þú veist, þetta er náttúrulega bara brot og allir aðrir hafa vinnuréttindi sem komi í veg fyrir að svona brot geti gerst, nema kynlífsverkafólk, þau hafa ekki þessi vinnuréttindi, þannig að það má brjóta á þeim og það má hagnast bara endalist á okkur sem er ógeðslegt. Er þetta stórt samfélag, kynlífsverkafólk á Íslandi? Já, ég myndi segja alveg stærra en flestir halda eða þú veist, já. Einmitt. Og það er jafnvel alveg 100% fleira, þú veist, meira fólki heldur en við einu sinni vitum sko. Að því að það er bara líka þessi hræðsla við að segja nokkrum frá, að því að þetta er lítið land, þetta er lítið samfélag og það er alltaf þessi hræðsla að þessi þekki eitthvað sem að þekki mig og þetta minna einhvern veginn fara
þú veist, En komast. við höfum samt tekið eftir á þessum síðustu árum og sérstaklega eftir, hérna ég mann þegar við vorum síðast og vorum að tala um þess að OnlyFans svona sprengju, Já. eftir það, þá var eins og það var svona smá múr brotin í þessu svona tabú. Fólk byrjaði að tala um þetta. Fólk byrjaði að hafa samband meira við okkur og ekki þá bara að vera OnlyFans heldur líka að gera kynlífsvinnu í persónu. Og þú veist, við erum oft bara fyrsta fólki sem fólk að segja frá sinni reynslu og þú veist, við viljum vera staður þar sem að fólk líður þægilega til þess að koma og segja frá og fá líka bara svona samstöðu og svona, já þetta gerist líka fyrir mig eða já, þú veist, hérna ég einmitt hef hugsað þetta líka og þú veist, mér finnst þetta þægilegt, mér finnst þetta óþægilegt, þú veist, að geta bara svona einhvern veginn deilt þessari reynslu sem að fólk var búið bara að loka hurð á, bara ég má aldrei tala um þetta. Þið er svona taka vinnufundi, svona eins og við, Oddný Eir, við tökum hérna hádegisfund á mándum, við erum hérna með okkar samstarfsfólki. En ert þú að meina samt, sko, er það að tala um þeir sem að leita til ykkar sem, sko, kunnar? Nei, alls ekki, kynlífsverkafólk. Já, kynlífsverkafólk. Við erum bara til rauðu regnhlífanum. Já, við erum ekki samtök fyrir kunna. Við höfum lítinn áhuga á að tala við kunna. Við höfum mestan áhuga á að tala við fólki sjálft með reynsluna. Já. En sko, getið þið svona fyrir bara hlustendur og orðundur svona skilgreind að þið segja kynlífsvinna, þetta konsept, þú veist, hvað er einhver einmitt, þið segja þetta er ádálítið gráu svæði svona, en er það einhver svona mörk, þú veist, strippið er þar inni en er líka vændið inn í því og hvers konar og hvað? Sko, í rauninni allt sem að með samþyggi, báða aðila, felst í því að gefa kaupendanum erotíska upplifun og þá getur það verið að vera professional dominatrix, það getur verið að selja kynlíf í persónu, það getur verið að vera á OnlyFans eða webcama eða hvaðeina, það getur líka verið svona síma kynlífsvinna, þú veist, fólk sem að selja bara svona erotískt samtal og svo mikið meira, þú veist, erotískt nudd, allt þar sem að og strippdans, obviously. Allt þar sem að því, já, það er svona kynferðisleg upplifun fyrir kaupendan. Það er svona tölum við að, þú veist, orðið kynlífsvinna er regnhlífar hugtak. Það nær yfir þannan rosa breiða hóp fólk sem að er samt að vinna, þú veist, þessa vinnu sem að er mjög, eða svona samfélagi hefur mikla fordóma gagnvart í. Því það er líka bara ennþá mjög miklu fordómar gagnvart því að vera kynvera og sérstaklega þú ert kona, þú veist, það er bara svona eitthvað, það er ennþá svona og einmitt, þetta sko, konur í kynlífsvinnu þar tala margar að það sé einmitt valdefling falin í því að fá að bara starfa við að veita öðrum unað einmitt og það sé engin minkun í því. Svo er svona feminísk svona alda og við fórum einmitt, þið voruð hérna fyrir 2 mánuðum síðan, þá vorum við að fara yfir hérna kvikmyndina Anora, en núna svona hérna við komum aðeins inn á feminisman þá. Þetta er svona mál sem að klífur feministarhreyfinguna og það er einhvern veginn virðist ekkert lát á því. Þetta er bara svona algjör polarisering. Finnið þið fyrir því að það sé svona kannski eitthvað breyting þar á eða þetta er bara stál í stál? Já, mér finnst alveg að sko sumir hafa alveg komið til okkar og sagt bara já, ég var einu svona á þú veist þessari skoðun að þetta væri bara allt ofbeldi, þetta væri bara allt hræðilegt og ætti að banna allt og svo fór ég að lesa mér til og sjá hvað þið voruð að segja Ég var bara, þar, persónulega. Já, og þá bara, þú veist, ok, þá er fólk aðeins að skilja að þetta er flóknara, þetta er ekki svart og hvítt og í endanum á deginum að þá er þetta bara vinna og vinna þarf ekki að vera valdeflandi til þess að eigi skilja mannréttindi eða vinnuréttindi eða réttindi til þess að stofna stéttarfélag, þú veist. Einmitt og við svolítið svona, við höfnum svolítið þessi svona samtali valdeflingu að því að einmitt, við þurfum ekki að vera valdefld ef það er orðið til þess að eða líða eins og við séum valdeflið
til þess að gera kynlífsvinnu það má líka bara vera að vinna þín þú veist, það geggjað ef það lætur manni líða ógeðslega bara empowered, það bara æði og þú veist, það bara go for you, good for you en svona empowerment kannski felst í því að mega velja sér að atvinnufrelsið sé svona einhvers konar við höfum öll, þú veist, líkamlegt sjálfræði virðist vera nema kynlífsverkafólk það svolítið svona búið að lögsetja samþykkið okkar það búið að segja í lögunum okkar að við actually getum ekki veitt samþykki og það svo ógeðslegur hlutur að taka í burtu frá einhverjum að því að ég veit alveg hvað samþykki og ég veit hvað ekki samþykki þú veist og það ekkert feminist við það að taka sjálfsákvörðunarréttin af einhverjum sérstaklega þá jaðarsettu fólki Hvernig myndu þið vilja breyta lögunum? Þið svona með pælingar þið náttúrulega hafið nóg að snúast bæði við að vinna og svo þið með rauðu reglífana sem svona það ekki hálfgerð reglíf Já, en ég meina hvað má kalla það hagsmuna baráttusamtök Jú, við viljum sjá fulla afglæpavæðingu við viljum ekki að það sé ennþá glæpavægt þriðja aðila hagnað því það hefur í rauninni þýtt að þú getur ekki ráðið öryggistjónustu þú getur ekki notað hótel til þess að hafa þjónustuna þína í af því að sem að væri miklu meira öruggt. Fólk fer inn á heimilin sín frekar eða út í bíl, eða út í heiðmörk eða þú veist, bara eitthvað staðar það sem fólk sér ekki, það þarf að vera rosa fljótt og líka það að þú veist, þegar þriðji aðili glæpavæddur, að þá hægt að taka kynlífsverkafólk sem að vinnur saman og sagt nei, þú veist, þið að hagnast á hver öðru, þið að pimpa hvort annað. Líka bara leigusalar, þetta svona hlutir sem fólk veit ekki. Ef að leigusalinn þinn uppgötar eða lögreglan veit að þú ert að gera kynlífsvinnu og lætur leigusalinn vita, þá ber leigusalinn skylda að vísa þér út að því að hvort sem þú gerir kynlífsvinnu heima eða ekki, þá hann leigusalinn að hagnast á kynferðisofbeldi gagnvart þér, sem þýðir að ef hann vill ekki vera lögsóttur þá þarf hann að vísa þér út og þá ertu orðin heimilislaus og í kynlífsvinnu og þá þarftu að vinna úti í bílum, þú veist, þetta bara svona minnkar öryggi bara svona alveg stall í stall þangað til að við höfum ekkert öryggi og engin réttindi. En hvað með þarna að glæpa, að það sé ólöglegt að kaupa kynlífsvinnu? Jú, það akkurat líka vandamál af því að það þýðir í fyrsta lagi að kúnnar verða miklu meira svona stressaður og vilja ekki gefa okkur neina upplýsingar, vilja bara vera á einhverjum svona rosalega afskekktum svæðum til þess að þú veist, þjónustan eigi sér stað. Já, vegna þess að kynlífsverka manneskjan í rauninni eina vitnið af glæpnum, sko. Já, þannig að þú veist, ef að lögreglan uppgötar að þú ert í kynlífsvinnu í persónu, að þá getur lögreglan vaktað heimilið þitt til þess að ná kúnnum. Og þeir gera það markvisst og að vakta síma, þau eru mjög opin það. Okkur var boðið á málþing vændi fyrir nokkrum árum og þar var lögreglan bara mjög opin að hún að vakta kynlífsverkafólk. Þannig að til dæmis segjum að ef ég væri ennþá að vinna, sem að þú veist, ég hef ekki gert í mörg ár en ef ég væri ennþá að vinna og ég myndi landa í ofbeldi, og ég náttúrulega fer til lögreglunar og kæri það og bara eitthvað hérna, þessi maður braut á mér, þá byrja þau að njósna á mér til þess að fá kúnnana mína. Og kannski lögsækja mig fyrir að auglýsa þjónustuna mína því núna vita af mér þannig að þeir geta byrjað að njósna mig. Og þá leita ég til lögreglu út af kynferðisofbeldi en ég labbi í burtu með mögulega kæru á mér fyrir að auglýsa. Þetta brenglað, þú veist, þetta er ekkert að snúast vernd á neinum. Og það hefur líka, þú veist, kúnnarnir sem eru líklegri til þess að, þú veist,
ekki hlusta á lögin og samt hitta kynlífsverkafólk eru þeir sem að hafa nú þegar brotið lög, eru kannski frekar til í að brjóta lög aftur og oft eru bara ofbeldisfyllri en annars. Og það hefur verið bara... European Alliance for Sex Workers sem sagt búin að rannsaka þetta mjög vel að kúnnar sem að eru að kaupa kynlífsþjónustu undir eins og sænsku leiðinni, þeir eru líklegri til þess að beita ofbeldi. Það bara, þú veist, þetta eru kallar sem að eru líklegri til þess að vera með ofbeldisbrot á sér og svona sem ræðilegt. En ef þetta væri þá eins og þið eru að leggja til afglæpavætt alveg, sko, myndi það nokkuð þá, eða þetta væri þá auðveldar að kæra þá ef einhverjum ofbeldi, en væri þá líka auðveldar að ná til dæmis þessu svona þrælkunavinnunni, mannsalinu. Það hefur sýnt sig, sko. Já, í Nýja-Sjálandi. Já, í Nýja-Sjálandi og núna Belgíu, að það minna sem sagt kynlífsmannsal. Bæði kynlífsverkafólk getur tilkynnt ef að það að mannsala á sér stað. Þannig það auðveldara að því að þetta meira á yfirborðinu að þá auðveldara að taka eftir því og grípa áður en þú veist þetta fyrir lengra. Það líka tekið meira mark á kynlífsverkafólki undir afglæpavæðingu að því að þegar þetta ólöglegt og svona eins og í Bandaríkjunum við höfum séð fullt af uppákomum þar sem að það mannsal og það kynlífsverkafólk sem að uppljósa þetta og það gerist ekki neitt af því að kynlífsverkafólk ómarktækt sem vitni sem absúrd að bara því þú gerir einhverja x vinnu þá á ekki að taka mark á neinu sem þú segir. En ekki einhver finnst ykkur ekki einhver svona sláandi þá hræstni hvað gert ólöglegt og hvað löglegt og svona í samfélagi já líka því að þið vitið þið kannski með vitneskjuna hvað þetta þá algengt þannig að þetta ekki bara örfáir sem að nýta sér þessa þjónustu þið með einhver vitneskjömi sem þið getið ekki sagt það hér. Nei, en ég meina við getum alveg ímyndað okkur að fyrst að hópur kynlífsverkafólks stór og þið hérna og undir regnhlífinni samanast sífellt fleiri þá þú veist, þá hlýtur að vera kúnahópur þarna á bakvið þannig að hérna maður svona, já. Já, algjörlega, þú veist og það eru kúnahópar í löndum sem að þetta ólöglegt, þú veist, lögin að þú veist, reyna eitthvað að banna, það hefur ekki gert neitt. Alveg bann minnkar ekki aðsókn, hálft bann minnkar ekki aðsókn, en undir fullri afglæpavæðingu þá höfum við séð að aðsóknin breytist ekki. Það ekki bara eitthvað, við opnuðum á þetta og núna eru bara allir að kaupa sér vændi. Þú veist, það ekki raunin. Nei, það það talað og feministarnir hafa talað svona normaliseringu á sko hérna svona sexualization og kvenlíkama og konur séu eign og tæki og tól fyrir karla og annað slíkt. Patriarki, það náttúrulega svo okkur fyrir svo skrítið að svona setja að því þau tala okkur sem mjög jaðarsettan og viðkvæman hóp sem vissulega við getum verið en af hverju þá verið að setja upp þennan hóp sem svona the defenders of patriarchy þú veist, af hverju erum við þú veist, við erum með allt illt þú veist, við erum að vernda patriarki með því að, þú veist, eins og sexualization sé ekki til burt frá kynlífsvinnu þú veist, ég get labbað út á götu í, þú veist, og Renata líka bara í fötum og það samt öskrað okkur, skilur við, það skiptir ekki máli hvort við erum á brjóstunum eða ekki. Þegar ég var 15-16 ára í New York, ég var að verða catcalled, þú veist, alltaf. Það var löngu áður en ég fór í kynlífsvinnu, ég var bara ballettdansari á þeim tíma, þannig að þú veist. En má spyrja ykkur svona af hverju þið fóru út í þessa vinnu, eða þú veist? Já. Það var persónulegt kannski? Ég vildi bara borga leigu, mér langaði að ferðast. Ég endaði á því að þjána nóg sem sagt þegar ég var að strippa til þess að geta tekið mér svona gamlársferð með vinkonum minni sem ég bjó með til Amsterdam. Keypti miða á, það var sem sagt 2019-2020,
keyptum miða á sýningu á gamlárskvöld sem var svona burlesk sýning og 1920 svona þema og það var bara geggjað, þú veist, og ég bara ógeðslega þakklát þú fyrir það, strippar til þess að fara á burlesk sýninguna. Já, þú veist, þú gætir alveg sagt það, sko. Það er mjög flott. En líka bara, já, þú veist, ég vildi geta, þú veist, unnið. Það er einmitt að þú nefnir burlesk og sko, fyrir leikmann, þá virkar þetta eiginlega bara nákvæmlega eins, burlesk og stripp, þú veist, fyrir utan súluna kannski. Sko, hvers vegna er eitt í lagi en hitt er svolítið svona litið hornauga? Ég held að sé í rauninni að því að burlesk hefur verið gert aðeins meira svona eitthvað fyrir kannski fínt fólk með vínglas. Já. Þetta er listform. Já. Á meðan okkar er klúrt og það er svolítið, sko, ég man þegar súlu danstímarnir byrjuðu fyrir einhverjum, hvað er svona, þú veist, 15-20 ár síðan eða eitthvað, og þá var þetta samtal, sko, að við erum ekki, þetta er ekki kynferðislegt. Þetta er listform eða þetta er svona, þú veist, ólympíusport. Og fólk er svolítið svona inclined, ég má sletta ensku, að reyna svolítið að öðra stripp og þetta svona, en þegar við lítum á þetta þá er þetta, þú veist, rosa mikið að sama dótinu og búrlesk samfélag á Íslandi stendur þétt á bak við okkur og það sem við erum að gera að því að þau skilja að við erum tengd, þú veist, við erum sama listformið, þú veist, við komum frá sömu rótunum og það að stripp hefur verið hlutur er partur af því okkur burlesk getur verið til, þú veist, það að við fórum hingað þýðir að þau geta farið hingað, þú veist, þannig að þau eru að gera þetta á baki kynlífsverka fólks og þau eru rosa opin og, þú veist, welcoming með það. Þau eru ekkert að fela sig, senan er ekkert að fela sig og segja að þau séu öðruvís en við, þú veist, að því að þetta er erotískt skemmtiefni. Og þetta hefur líka verið rosa stórt vandamál á milli strippara og þeir eru svona stundar súludans en eru ekki stripparar. Að það var rosa svona algengt hashtag sem að var not a stripper. Það sem að fólk sem stundaði súludans var að pósta mynd af sér eða myndbandi af þeim á súlu og segja ég er sko ekki strippari. Og þú veist, og sumir jafnvel gengur svo langt að reyna að finna eitthvað, þú veist, já, stripp kom ekki úr, eða þú veist, súludans kom ekki úr strippklúbum eða frá strippi, það kom frá, þú veist, indversku eða eitthvað, þú veist, bara vá, þú veist, þetta er bara svona eins og að þú myndir stunda jóga og vera bara eitthvað, nei, það er ekki frá Englandi. Já. Þú veist, það er ekki. Jóga er ekki frá Englandi eins og Já, þú veist, það er bara, það er ekki þannig. Og þetta, þú veist, þá komu sko stripparar á móti, byggu til hashtag yes a stripper. Og fóru mjög mikið og hart í það að fræða fólk að, jú, stripparar hefðu byrjað þetta, sérstaklega svartir stripparar sem að höfðu virkilega þróað þetta listform og og það að fólk sem er ekki í strippiðnaðinum fái að njóta er, þú veist, eitthvað sem þau ætti að vera þakklátt fyrir þakklátt strippurum fyrir þú veist, en þetta er kannski líka í fleiri svona eins og bara í mörgum listgreinum þá eru kannski sumir kannski í sögunni eru þeir rithöfundar sem fóru með ljóð fyrir kóngafólk sko, voru svona hálfgerð hirðfíbl og þú veist, voru eiginlega bara að bjarga lífi sínu stundum og svona einhvers konar höfuðlausn og síðan er mönnum mikið mun að segja, þú veist, ég er ekki að selja mig valdinu, þú veist, það skiptir náttúrulega svolítið máli að skilgreina hverjum þú ert að selja þinn lífskraft og þína list kannski, þú veist, þannig að það og hvernig þú skilgreina, þetta er vinna og svo kemur alltaf þetta, þú veist, list
að vera listamaður líka vinna en svo það samt, já, en þetta líka bara list, þú veist, þannig að þetta líka alveg, maður kannast við þetta úr fleiri formum og það sem þeir að tala kynlífsvinna, en samt þeir eru kynlífslista. Þetta vinna, en þetta líka list. Þetta ákveðin list. En það ekki þar með sagt að þið séu að skilgreiningur einmitt frá. Þið þurfi ekki að því að halda að vera íta öllu kynlífsvinnu frá og segja við erum bara listafólk. Við getum líka sagt, þú veist, ég í kynlífsvinnu og ég listamaður. Ég í kynlífsvinnu og ég hitt og þetta. Þetta ekki svona mutually exclusive, skiljum við. Getur verið margt. Við erum fjöldhættir manneskjur. Einmitt, nákvæmlega. Sko, hvað að gerast í Svíþjóð? Það það stóra spurningin. Já, það stóra spurningin. Það allir að spyrja sig þessa dagana, hvað að gerast í Svíþjóð? Sko, Svíþjóð á dögunum voru sem sagt að gera ólöglegt að kaupa svona sérsniðið efni á netinu og þá erum við að tala eins og á OnlyFans en líka á, þú veist, það fólk sem bara á webcama, þú veist, að gera svona live webcam show á kynferðislegan hátt og í rauninni núna búið að banna þetta þannig að þú mátt í rauninni búa til vídeo af þér og selja það á OnlyFans en þú mátt ekki fá svona beiðni frá kúnna sem segir, þú veist, ok, ég borga þér þetta, ertu til að gera þetta fyrir mig og senda mér vídeoið. Og það sem sagt bannað núna. Þetta virkar svolítið svona eins og mjög illframkvæmanlegt og svona og skringilega svona lagatæknilegt sko, vegna þess að það rosalega erfitt að mónitora samskipti á milli einstaklinga á internetinu. En þetta þýðir að þau eru að fara að byrja að njósna. Já. Þetta þýðir bara, þetta í rauninni að mínu mati bara afsökun til þess að njósna hvað fólk gerir á netinu. Ekki samt bara að þínum að líka hefist Digital Rights Europe og þessi samtök sko. Mannúðar samtök Human Rights Watch bara eitthvað, oh my god, eru þau að fara að njósna á opinberum þú veist, á prívat einstaklingum bara á netinu. Bara almennum borgurum, skiljur þeir að fara að njósna bankareikningarna þeirra í hvað þau eða peningum, þeir að fara að njósna hvað þau gera á netinu, þú veist, allt þetta. Þetta bara mjög hrikalegt að sjá, þú veist, þetta eru svona valdheimildir lögreglu teknar alveg svona það eru teknar inn á internetið. Já, þetta svolítið svona eins og það sem við höfum verið að ræða vandamáli við forvirkar rannsóknarheimildir. Að það bara sem að verða nú til umræðu sem að á að leggja fyrir á þinginu núna, forvirkar rannsóknarheimildir. Og það eiga nú kannski eftir að koma svolítið niður á kynlífsverka fólki. Já. Að því að við erum með sænskuleiðina, sannarlega, ekki þessa nýju, en vitið þið eitthvað til þess að það hafi verið rætt? Nú höfum við hort svolítið til Svíþjóðar í þessum málaflokki. Sko, Vinstri græn, þau sem sagt náttúrulega duttu af þingi núna síðustu kosningum, en þau voru svolítið að vinna með þetta. Þetta var eitt af þeirra kosningaloforðum eða hvað sem maður kallar þetta. Þau kölluðu klám á netinu sem sagt vændi á netinu og alls konar svona og það veri allt ofbeldi. Og að þau vilja koma í veg fyrir vændi á netinu með því að njósna á fólki, en þú veist, þau segja náttúrulega bara, þau segja ekki the quiet part out loud, að því að Bíddu, nú skil ég ekki alveg, sko sem sagt, þessi sænska leið, nú líst ég að Já, það er í rauninni, Svíar voru að bæta í rauninni sænsku leiðina, við erum náttúrulega fyrir þessa sænsku leið þar sem að við glæpa, það er ólöglegt að kaupa og hagnast á og það en það er allt í lagi að selja í rauninni. Svíar voru núna að bæta við sig og bæta við löggjöfin og þeir eru komin með svona forvirkar rannsóknarheimildir á internet. Já. En þið voru nú að segja áðan að það væri, þið vissu til að væri verið að njósna nú þegar og Já, á kynlífsverkum í persónu. Ekki sem sagt, þú veist, þau sem eru tekur þau í rauninni inn á internetið, sko. En byrju, hvernig komum Vinstri græn inn á þetta að skilgreina að öll vinna væri allt klám væri vændi? Já, sko það
þingmaður Vinstri grænna sem að virðist hafa mikinn áhuga á þessu og hún vill sem sagt, það hennar vilji sem þingmaður Vinstri grænna eða fyrrverandi þingmaður Vinstri grænna að auka refsingar þegar kemur að klámi og það gert með því að njósna á fólki á netinu. Já, en var það ekki, en alltaf þessi ekki hugsað, nú veit ég ekki hvað, ég ætla ekki að fara að verja það því ég veit ekki hvað en sko, það ekki hugsað til, eins og þú sögðu áðan, til þess að verja þá ykkur sem hugsanlega fórnarlömb þessa iðnaðar eða eitthvað svoleiðis? En þá ætlaði þá að borga leiguna mína fyrir mig? En þá líka bara svo gott og það sem var ekki gert í Svíþjóð var að tala við fólkið sem að þetta mun bitna á. Það var ekki talað við kynlífsverkafólk, hvorki sem gerði í persónu eða á netinu þegar það kom að vinnu þessi lög. Það var ekki fengið álit og þegar kynlífsverkafólk lét í sér heyra þá var það þingmaður að nafni Guðrún Nordborg sem að sagði og okkur finnst sína svo skýrt, þú veist, raunin á bakvið þessi lög, að því hún sagði að hún hefði fengið fullt af bréfum og skilaboðum frá kynlífsverkafólki en hún efaðist stórlega að þetta væri í alvöru frá þessum jaðarsetta hópi því bréfin sem hún fekk voru svo skýr og vel tjáð og skrif. Þetta fárán. Hún sagði þetta bara eitthvað tímann í daginn. Já, í pontu. Nei, þú veist, þetta hlægilegt. Af því að í alvörunni, eins og kynlífsverkafólk sé einhver svona spes, ógeðslega bara heimsk og skil ekki neitt og vit ekki neitt og get ekki tjá sig, kunni varla að tala, þú veist. Eins og við höfum ekki alvöru hluti að segja vinnun okkar og vinnuumhverfið. Og þá var þetta bara svona, þú veist, hendum þessu bara til hliðar að því þetta var ekki alvöru kynlífsverkafólk. En var hann ekki svarað alveg? Jú, auðvitað, en hún sagði þetta í pontu og það enginn að hlusta á kynlífsverkafólki sem að tjá sig, þú veist. Og þú veist, við erum að tala sko að þessi pólitíkusar og þessi ríkisstjórn ekki einu sinni að hlusta á mannréttindar félög sem sagt þau eru ekki skoða rannsóknir eins og þið nefndu þá eru bara allt sem að bendir til þess að kynlífsverkafólki sé best borgið þar sem að þetta afglæpavætt og það jafnvel talað skaðaminnkun í því samhengi sem svo leitt að því að hvenær hefur skaðaminnkun þýtt við ætlum að gera það heimilislaus. Þú veist, skaðaminnkun snýr öryggi manneskjunnar sem mest jaðarsett og við gerum hluti til þess að auka öryggi jaðarsetta fólksins. Við tökum það ekki í burtu og erum bara eitthvað, já, núna ertu á götunni, gangir vel, bye, við höfum gert feminisman í dag, þú veist. En þið hafði alveg þórað, þetta striplab, eins og þú varst að tala þetta svona á gráu svæði og vera ólöglegt eða löglegt, en þið farið allar leið bara og ert bara stimplið þetta á ból og auglýsið það og... En líka bara, þetta í rauninni, þú veist, gráa svæðið á sér ekki stað þannig séð á Íslandi að því að það búið að banna þessa nekt, en striplab dansar ekki nakin. Þú veist, þannig að þó að það sé kannski reynt að koma í veg fyrir striplab show eða whatever, þau ekki að gera neitt ólöglegt. Þau ekki að sýna neitt sem má ekki sýna, þau ekki að gera neitt sem má ekki gera. Það í rauninni bara þetta svona, ég veit að þessi viðkvæmni við stripp eða kynlífs eitthvað svona. Eða bara það að vera svona kynvera. Þú veist, og það að vera kynvera publicly og fá greitt fyrir það. Að allt í hennu þá það bara, já, nei, þú ert bara eitthvað fórnarlamb og þú veist ekki hvað þú ert að tala og, en ég var að njóta mín svo mikið að fara þarna upp á svið. Þú vannst eitthvað keppni, segi? Já, það var eftir sýningun okkar, þá fórum við á Midnight Sun Kiki Ball og... Fyrir Rekkart, shout out Rekkart. Já, shout out Rekkart, þau eru geggjuð og við vorum að sem sagt labba svona mismunandi categories. Ég vann sem sagt síðasta, var það ekki síðasta categoryð, Shake That Ass og bara mjög stolt af því. She did shake that ass. Já, og ég og vinkona mínar úr Strippla vorum líka að keppa í Sex Siren og alls konar svona sem var bara ótrúlega skemmtilegt og akkurat vinkona mín úr Strippla vann Sex Siren category. Þannig að það var, þetta var æðislegt og allir bara fögnuðu okkur og það var bara yndislegt að fá bara að vera
fara Ég fór að einmitt- labba þangað og Einmitt, og ég fór einmitt með ræðu á þessum viðburði einmitt hérna það sem er að gerast í Svíþjóð að því að við viljum nota, þú veist, ef við fáum eitthvað svona plattform eins og hér í dag, við viljum nota það til þess að stækka raddir á samfélagin okkar. Þú veist, það sem að hafa áhrif á okkur það á að tala það. Þú veist, við verðum að tala það því ef við gerum það ekki þá skilur okkur enginn, þekkir okkur enginn, veit ekki neitt og eins og þú varst að tala þú veist, að gera ráð fyrir því að lögin eru rétt. Þú veist, ef við erum ekki að tjá okkur og segja nei, þetta er rangt, þetta er að skaða okkur að þá heldur fólk bara ennþá, já, ég er að gera gott með því að banna. En til ykkar í Rauðu reglífinni leita, eins og þið sögðu áðan, það leita mjög margir til ykkar, er það ekki? Sem að vilja ekki mitt kannski koma fram opinberlega og vilja ekki tjá Við tökum það á okkur. Já, og það var alveg, þú veist, það tók okkur svolítið tíma að gera þetta opinberlega af því að það eru hræðilegir fordómar í samfélaginu frá almenningi. Ég vissi alveg að ég væri mögulega að skerða mína atvinnumöguleika bara, þú veist, og það svolítið svona, en það vill enginn einhvern veginn tala það. Já, en það líka viðheldur svona, þú veist, því að fólk í það festir þau á stað sem að þeir kannski vildu vera á einhverjum tímapunkti en svo vilja þau hætta. En þá þetta svona stigma sem að svona lokast inn á mann sem bara eitthvað, já, nei, þú mátt ekki gera neitt annað. Og svo fólk alltaf að fá þér alvöru vinnu. Og svo, þú veist, fær maður sér alvöru vinnu og þau eru bara eitthvað, hvað er þú að gera hér? Þú átt ekki að vera að vinna hér eitthvað, hvað viltu? Þú átt bara að vera bakinu, bara eitthvað, ok, hvað eigum við að gera? Þú veist, segðu mér það. Á ég fá mér alvöru vinnu eða á ég að, þú veist, halda áfram með kynlífsvinnu? En hvað er þetta? Hvað, þú veist, er þetta, að því að nú þykistu við vera ekkert engar gríðarteprur svona sem samfélag þó við séum það sannlega að mörgu leyti, en það ég meina því hér eru kvenréttindi og hér hérna hinsegin dagar og hér allt einhvern veginn svona voða opið og frjálst en hvers vegna erum við ennþá þarna? Við erum náttúrulega... Er þetta eitthvað svona kaþólsk skömm? Eða svona, hvað var það hitt? Þú veist, Ísland er protestant, náttúrulega ekki kaþólik, þannig að við erum með þessa hinna skömmina. Já, það er ennþá rosa mikið svona purity culture. Og þú veist, við höfum alveg heyrt frá því ekki bara út af kynlífsvinnu, heldur líka út af kynjafræðingum. Eða kynfræðingum. En sko, það sem hvað leiti þá? Þú veist, þegar kynfræðingar hafa farið að fræða og að þá verði fólk alveg brjála að það sé bara verið að tala hlutina. Það er verið að kenna börnum að ríða í skólunum. Sem er absúrt, þú veist, að því að við erum að tala forvarnir og svona, þá, þú veist, við erum mjög skýr á því að það á ekki að horfa á klám sem kynfræðslu. Klám er ekki kynfræðsla, klám er leikið efni eins og bíómynd. Þú veist, við eigum ekki að horfa á klám og hugsa, já, svona ger ég þetta. Við horfum sem fullorðnir kannski á klám til þess að njóta með kynlífi eða í staðinn fyrir kynlífi. Eða til þess að finna út, ég fíla þetta, ég fíla þetta ekki. Þú veist, það er bara rosa margir sem hafa nota klám líka þannig. Bara svona, já, ég væri til í að prófa þetta. En flestir vil ég segja, horfa ekki á klám og eru bara eitthvað, já, þau töluðu ekkert áður en þau fóru að ríða. Ég þarf ekkert samþykki, þú veist. Já, þetta er líka bara svona eins og við höfum talað áður að kenna, þú veist, tónlistafólki ofbeldi í heiminum að því að þau eru að rappa eða syngja ofbeldi eða tölvuleikir. Þú veist, við vitum að rót vandans er fræðsla, þú veist, börn er ekki að fá fræðslu vöntunarfræðslu rótvanda sér vöntun og ekki fjölmiðla læsni það vantar það þau hafa enga svona læsni í þessa miðla hvernig þeir virka og þú veist ekki að taka öllu bara sem heilu sannleik það er bara fyrst með vantar mjög mikið já, kynfræðingar þau hafa svolítið talað þetta og það var auðvitað heilmikil umræða í kringum eitthvað námsefni í viku 6 sem er í úlingadeildum í allavega ef þú talar máli þá er þetta búið til vandan ef þú talar vandan þá býrðu til vandan eins og krakkar sé ekki að pæla í þessu öllu nú þegar að því að þú veist tala kynlíf allstaðar, ekki bara í klámi. Það er svolítið það sem þið upplifið í Rauðu reglífinni að þú veist
að fólk kemur til ykkar og þarf á því að halda ræða og miðla málum og svoleiðis, en kannski samfélagið, stór hluti samfélagsins vill heldur að ef það er talað þetta eða ef það er einhvern veginn viðurkennt að þetta sé til staðar, að þá sé verið að búa vandamáli til. Þannig að það sé betra að þegja það í hel svona. Já, og það er í rauninni, þú veist, og við vitum að allt gott gerist þannig. Já, það sem þau vilja er í rauninni að við séum ekki sýnileg, sem þýðir að ofbeldi þrífst og það að því að þegar við erum sýnileg það þýðir ekki að við séum að fara út og segja þú ættir að fara að búa til klám. Já, þeir eru ekki að ríkrúta svona. Nei, þú veist, þvert á móti. Ef eitthvað þá erum við að segja fólki að hugsa vel áður en það ákveður að gera eitthvað svona. Já, ég hef oft fengið skilaboð þar sem fólk er eitthvað svona, já, ég hef búin að velta fyrir mér hvort ég vera að gera eða þú veist, hvort ég að byrja í þessu og eitthvað svona og ég alveg bara svona, ok, ertu með einhverja hugmyndum hvað þú vilt vinna við í framtíðinni. Já, ég vil vinna í einhverjum skóla eða eitthvað svoleiðis og ég bara, þá mæli ég ekki með því að því að það eru svo miklu fordómar að fólk mun ekki vilja, að skólar mun ekki vilja ráða þig. Þú veist. En myndirðu ekki segja að það væru ekki bara út af fordómunum, skilur heldur ráðulega er það ekki líka út frá því að þetta sé líka erfitt, skilur þetta sé að því að kannski að því að rannsóknir hafa sýnt að fólk er mjög oft viðbrotið út af ofbeldinu og út af... Já, það er útsett fyrir ofbeldinu, mitt út af lagasetningunni. Ég er rauninni vara fólk mest við fordómunum sem þau munu fá í daglegu lífi. Frá fólki sem að það treysti. Frá það sem þau kölluðu vini eða fjölskyldu. Fólk sem er bara útilokaðu, kannski. Bara hættir að tala við þau. Það er það sem að mér hefur fundist erfiðast við þessa vinnu. Er ekki, þú veist, shitty kúnnar eða fólk sem að, þú veist, kúnnar sem segja eitthvað ljótt við mig, heldur fólkið sem að mér þótti væntum og treysti að, já, bara vanvirða mig og útskóða mig. Og fara yfir mörki mín, þú veist. Það hefur verið hvað sásökafullt. Og líka bara, þú veist, alls konar hlutir, fólk leifir sér oft að fara yfir mörk kynlífsverka fólks að því mörkin okkar skiptir ekki máli, þú veist, fyrir þeim, fyrir samfélaginu. Það skiptir ekki máli að fara yfir mörk kynlífs, þú veist, og þá er ég að tala ekki bara kynferðslega heldur, bara í samtali. Fólk leifir sér að spurja, við höfum farið á alls konar podcast og viðtöl og eitthvað svona, og stundum leifir fólk sér að spurja okkur absurd hluti og segja absúrt hluti við okkur sem þið myndi ekkert segja við annað fólk að því að við erum kynlífsverka fólk. Eins og það svona sé eitthvað svona afsökun fyrir því að ganga yfir mörk eða svona þú veist, almenna siðferði eða eitthvað svona. Líka bara þegar þú ert að deyta og ef að fólk veit að þú ert eða hefur verið í þessari vinnu að þá sé það bara svona, já, þú veist, hefur verið í kynlífsvinnu, þú ert bara til í allt. Já. Ég ætla ekki að spyrja þig hvort þú sért til í þetta eða hitt. Og það kemur líka svolítið inn á feminisman að því að það eru svo margir feministar, þú veist, á Íslandi og bara í heiminum sem að tala kynlífsvinnu á hátt sem að við sjáum svo skýrt, vá, þú hefur aldrei talað við manneski kynlífsvinnu. Þú veist, að því að þau gera ráð fyrir því að, þú veist, þú opnar hurðina eða kunnin opnar hurðina og þú bara leggst á bakið og allt, everything goes. Þú veist, það er ekkert raunin. Það er samtal, maður ákveður hvað maður vill gera, það eru mörk, þú veist, það er borgað. Hversu mikill tími. Já, þú veist, þetta er constant negotiation, þetta er constant samtal sem að byrjar, þú veist, áður en að maður mætir, þú veist, já, hverju ert að leita að því að ég býð upp á þetta og þetta, ef þú vilt ekki þetta, þá getur þú farið eitthvað annað, þú veist. Og mér er svo áhugavert, þú veist, þetta er svolítið það sem ég hef lært af kynlífsvinnu og yfirfæri, þú veist, það er þessi mörk, að þekkja mín mörk og að eiga gott samtal við fólk áður en við förum út í eitthvað kynferðislegt. Og mér finnst svo skrítið að fólk er ekki vant þessu, þú veist, ég fer á date og áður en við förum í eitthvað þá er svona, já, þú veist, hvað fílaru og hvað myndirðu alls ekki vilja gera og þú veist, svo tala ég hvað ég fíla og hvað ég myndi alls ekki vilja gera, þú veist, þetta má ekki. Þannig að rökin það að þetta sé svona einmitt kannski ekki bara út frá feminísku, heldur líka bara svona eins og kapitalist, svona
hvað heitir það, gagnrýni á kapitalisma, þarna sé verið að selja, þetta sé verið að neysluvæða allt, skiljið, neysluvæða okkar líðan og kynlíf og gera allt að vöru. Þau, þú veist, þeir eru verulega líka að blásið á það og segja þetta eru bara tengsl eins og hver önnur, þótt að sé gangi kaupum og sölum eins og svo margt. Sálfræði þjónusta gengur kaupum og sölum eða hvað. Mér líður bara þægilega að tala við sálfræðinginn minn allt sem ég tala að því ég veit að ég er að borga henni, þú veist, ég veit að ég er að borga henni vel, þannig að hún þarf að hlusta á mig. Akkurat. Og það kannski hægt að horfa á einmitt hérna, fólki í kynlífsvinnu með sama hætti. Það eru einstaklingar sem að finnst bara þægilegt að gera það sem að... Eða eru tilbúin að gera, þú veist, einmitt, að því að maður kannski, þú veist, ég alveg með einmitt mín mörk sem að, þú veist, ég með hluti sem ég tilbúið að gera og ég tilbúið að gera fyrir þetta en ekki fyrir þetta og ég tilbúið að gera... Eins og sálfræðingurinn. Og hérna, sálfræðingurinn myndi segja bara, Arilok, stopp nú og þú ert að fara hér yfir mörk hérna, þú veist, við ætlum ekki að láta svona í tímanum. Nei, við getum ekki farið út í kaffibolla. Já, nei, einmitt, oh my god, mér langar á þessi vinkonu mín. En honestly, þú veist, þetta, þú veist, að það hægt að eins og þú varst að gera á það, þú veist, yfirfæra hluti frá öðru yfir í kynlífsvinnu. Þetta ekki eitthvað svona einsdæmi sem ekki hægt að relata við neitt eða tengja við neitt. Ef að við förum inn í þetta, þá þetta bara mjög tengt alls konar samskiptum sem að við eigum fyrir utan kynlíf, þú veist. Sem rosa, þú veist, skemmtilegt að því að það fær fólk til þess að fatta, vá, þú ert bara manneskja, vá, þetta bara, þú veist, hvað heitir það hérna, þetta bara viðskipti, þú veist. En það einmitt, þess vegna svo mikilvægt einmitt að koma fram og uppfræða og allt þetta. Og ég get sagt fyrir mitt leyti að því að ég tilheyrði þeim hópi feminista sem var bara mjög harður gegn allri kynlífsvinnu. Og fannst sænska leiðin algjör snilld að því að þá gætu fórnarlömbin hérna sloppið við kæru á meðan að hérna brotamennir hérna væru alltaf brotamenn. Og ég í rauninni kynntist kynlífsvinnu í fyrsta sinn, þú veist, í gegnum þessa svona linsu, að því að, þú veist, ég var tengt inn í feminista hreyfinguna í háskólanum mínum á Bretlandi og þar voru rosa mikið af samtölum sænskuleiðina og kynlífsvinnu og einmitt að fórnarlömbin fá að, þú veist, og ég var bara eitthvað svona, en ef þetta glæpavægt, þá, þú veist, það gott? Þú veist, gott, þú veist, ef við viljum vernda þennan hóp sem við sjáum sem fórnarlömb, væri ekki betra að fókusa á þau frekar en einhverja kuna og hvað þau vilja, hvað þau þurfa, þú veist, mér fannst það strax eitthvað svona svolítið skrítið, en ég var bara svona, ok, þú veist, svona gerum við þetta, ok, og svo fór ég bara svona að fræða með hans meira og þú veist, ég leit á meira en bara þetta sjónarmið og þá fór ég að fatta, já, býttu, þegar fólk að tala sænsku, það enginn actually sem í þessu sem að tala sænskulegra. Það bara einhverja konur sem að þekka ekki raunina og þá það kveikti líka á bara eitthvað svona að því pólitíkin mín rosa mikið svona, við eigum að miða við jaðarsetta fólkið, við eigum að miða við jaðarsetta hópin, við eigum að hlusta á þau, við eigum að lyfta þeim upp, við eigum ekki að þykjast vita betur og tala fyrir þau eða yfir þau við eigum ekki að gera þau að fordæmi svona svo að hinnar stéttirnar geti haft það betra. Einmitt og þú veist, mér fannst þetta allt bara rosa skrítið og ég var svo glatt að, þú veist, fræðamenns meira og svo náttúrulega kynntist ég kynlífsverkafólki og heyrði að þau voru að tala bara eitthvað, þú veist, og mér langar bara að vera örugg í vinnunni og ég bara eitthvað, nákvæmlega, akkur ekki verið að hlusta á fólkið og þú veist, að því að ef að Svíþjóð vildi í raun og veru vernda fólk, væru þau ekki bara, þú veist, að kalla til
kynlífsverkafólk, þú veist, ok, hvað ykkar upplifun, rannsóknir, skýrslur, bla bla bla, þú veist, hvað þurfið þið? En í staðinn það bara svona, okkur langar bara að njósna ykkur, þú veist, what? Já, við viljum bjarga ykkur því að þið eru öll fórnarlömb, þið bara vitið það ekki. Já. Og við viljum helst njósna ykkur líka. Og við höfum einmitt fengið þetta svona, það þetta svona dichotomy, þú veist, hvað dichotomy á íslensku? I don't know. En Tvískinnungur? Já, einmitt, að það þetta svona kynlífsverkafólk sem að talar og tjáir sig eins og, þú veist, ég gerir, eins og Renata gerir. Við erum við ofum mikinn forréttindi og þess vegna getum við tjáð okkur af því að við erum með svo mikil forréttindi og sjáðu allt þetta fólk sem hér sem hefur engin forréttindi og þú ert bara að tala yfir þau og þá ég bara eitthvað svona ok, ég var heimilislaust sem unglingur ég frá bara mikilli fátækt og þú veist, allt í henni svona þú veist, bara það að ég tjái mig og ekki tjái mig skýrt og vel vinnuna mína, upplifunina mína og þennan iðnað þýðir ekki ég sé með of mikil forréttindi og það ekki að hlusta á mig. Það er annarkvort þetta forréttindi eða fórnarlamb. Já, og þá ertu fórnarlamb og þá ertu of heimst til þess að tjáða. En ég get alveg, ég get sagt, það var alveg, það þurfti mannesku til þess að breyta minniskoðun og það þurfti samtal við vinkonu, transkonu frá Glasgow, Traveller, sem að bara góð vinkona og hún þurfti að útskýra þetta fyrir mér af því að hún sexworker. Og hún setti þetta einmitt svona upp eins og þeir eru búin að gera og þannig að þú veist, ef einhver myndi reyna að segja mér að hún væri með forréttindi og svona brjálæðislega forréttindi þá vísa ég því bara aftur til föðurhúsana. Það þú veist, að því að þannig erum við með mjög jaðarsettan einstakling og í ensku samfélagi, ég meina sem Traveller, hún kýs að kalla sig gypsy og transkona úr því samfélagi og sexworker og þannig að það... Við erum ekki að lista hann, hún með of mikil forréttindi. Það gengur ekki alveg. En Ari Logn og Renata Sara, þakka ykkur kærlega fyrir að koma, það alltaf gaman að tala við ykkur og ég held að við ættum bara að gera meira af því að tala saman og fræða það svo mikið meira sem við höfum að segja. Já, við þurfum bara að gera þetta reglu. En má ég bara spyrja, fulltrúar Rauðu regnhlífarinnar og fyrir þá sem ekki þekki og kannski vilja koma og spjalla við einhverju sem að hlusta á okkur, þá það kannski netsíða eða eitthvað? Já, við erum á Instagram og Facebook aðalega, svo erum við líka með e-mailin, hann á öllum, þú veist, á samfélagsmiðlunum okkar, en við erum alltaf til í spjall. Við höfum einmitt talað við svo mikið af fólki sem bara eitthvað, ég held að sænska leiðin væri bara, þú veist, fyrir fólkið og við bara eitthvað, já, þú veist, ég meður. Og á Instagram þá það bara rauða.regnhlífin með D í staðinn fyrir og á Facebook það ég held að sé sama, eða bara Rauða regnhlífin allt í einu með náttúrulega ekki íslenskum stöðum og e-mailið okkar bara rauðaregnhlífin@gmail og bara endilega við erum að gefa fjárhagsstuðning þegar við getum til kynlífsverkafólks í neyð þannig að ef að það ert þú og þú ert í klandri þá getur alltaf heyrt í okkur, þú veist við reynum okkar besta. Takk fyrir. Frábært. Takk kærlega og tókið við því að það meira hér handan við auglýsingar. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.